Íslenska ríkið getur ekki og á ekki að borga erlendar skuldir sínar, segir Michael Hudson, prófessor í hagfræði við Missouri-háskóla. Hætta eigi samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn gerir illt verra, segir Michael Hudson, prófessor í hagfræði við Missouri-háskóla. Hann segir að íslenska ríkið geti ekki og eigi ekki að greiða skuldir sínar. Michael Hudson, prófessor í hagfræði við Missouri-háskóla var gestur í Silfri Egils í dag. Þar sagði hann að í raun stæði nú yfir fjárhagsleg árás á Ísland. Lánardrottnar ætli að knýja Íslandinga til að borga áður en búið sé að reikna út hver skuldin er. Þjóðarbúið ætti enga möguleika á að endurgreiða alla skuldina. So the question is, how are they not going to be paid? And there are two ways. Either they can stretch out, they can fail to realize they can't be paid. You'll stretch it out as long as possible, which is what the creditors want, until you've already sold off your natural resources. You've already privatized your public domain and sold it off. You've already foreclosed on homes. And then at the very end of losing everything, then you realize you can't pay. Will we not become a pariah state if we don't pay our loans? No, Argentina didn't pay its loans, and now it's borrowing again. You'll only become a pariah state if you do pay your loans, because then you'll be too broke ever to get any more credit. Aðhaldið sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vilja að íslenska ríkið síni geri illt verra, minnki hagkerfið svo að enn erfiðara verði að greiða af skuldum. So the government, in effect, has been turned over to the foreign bankers to run Iceland for their benefit, not for the benefit of the people. And that goes against every democratic tradition of Western Europe. Should we kick out the IMF then? Not only kick it out, but I'd say withdraw from it.